Það ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum og næst ætlum við að tala aðeins hlaupahjól og svona áhuga og fjölbreytni í því. Vertu velkomin til okkar. Takk fyrir. Segðu mig hvernig, allan hér á Akureyri og víða dálítið mikið hlaupahjól. Eru margir á þessu öllu saman? Já, þetta náttúrulega, það ekki margir sem eru rosalega góðir í þessu. Það eru nokkrir fyrir sunnan, svo eru við einhverjir 3 eða 4 hérna. En ég að vissu eini eftir hér á Akureyri sem hef áhuga á þessu og ennþá í þessu. Já. Allir hinn eru hættir. En þetta mikið að stækka þetta hlaupahjóla sport. Hvernig aðstæðan til þess að stunda hlaupahjóla mennsku hérna á Akureyri? Hún ekki nógu góð. Nei? Þyrfti að vera eitthvað innanhús aðstæða fyrir okkur á veturnar, þannig að sé hægt að stunda þetta allan ársins hring. En þeir eru að nýta brettasvæðið þarna upp við háskóla eða hvað? Já, háskólan, Lundaskóla og Giljaskóla. Þar eru stæði til þess að vera á hlaupahjólum. Pallar, sem sagt. Já. Og hvað nú, þetta svona einhverju leyti allan svona fyrir svona ferð og kellingu og brekkunni sem bygg, svona svolítið eins og hjólabretta stemmingin var. Þetta virkar eins og þetta sé tengt þar að segja trikkin og svona. Er það vitleysa hjá mér kannski? Þetta náttúrulega, þetta pínu öðruvísi en hefur sama tilganginn, gera bara trikk og hafa gaman. Hvernig þetta, þú veist, út í heimi? Er þetta stórt sport? Þetta mjög stórt sport, já, út í heimi. Og bara virðist alltaf að stækka meira og meira. Við sáum aðeins myndband, við getum kannski séð aðeins úr því sem þú varst að gera. Það reyndar byrjar á því að þú gerir fullt af mistökum. Já. Mér fannst bara gaman að sýna að þú ert að detta við þetta og svo kemur seinna í vídeóinu, ég næ öllu því sem ég var að detta í. Svona aðalega til að sýna að þetta ekki alveg Já, þetta gerist ekki alveg bara á fyrstu tilraun. En geturðu sagt mér eitthvað trikk? Hversu fjölbreytt þetta að gera? Geturðu nefnt eitthvað svona? Það 360 og eitthvað svona? Alltaf verið að finna upp ný og ný trikk einhvers staðar út í heimi. Þau verða bara fleiri og fleiri eftir hverjum deginu, sko. Ok. Hvað svona trikki sem þú ert svona ánægðastur með að hafa náð? Þau eru svo mörg. Komdu með eitthvað? Örugglega uppáhaldstrikkið mitt sem tók eiginlega lengstan tíma að læra heitir innvard. Þá tekur þú hlaupahjólið og hendir í svona framfyrir þeim. Það í vídeóinu mínu þegar ég geri það. Ég var svona lengstan tíma að ná því. Ég var held í 1,5 ár að reyna að ná því. Vá. Hvers vegna gafstu ekki upp? Mér bara langaði svo mikið að ná þessu. Mér finnst þetta svo flott trikk. Bara ég ætlaði að ná þessu. Já. Og hvernig var tilfinningin að klára þetta síðan? Hún var rosalega góð. Svo fór ég suður einu sinni. Það var í fréttunum það komu 2 frá Bandaríkjunum á svona hlaupahjóli og við vorum eitthvað að hitta það og þá náði ég að gera þetta bara á malbiki. Engin pallur eða neitt. Það var rosalega góð tilfinning. Þegar ég loksins náði að lenda þannig. Þú fengið nokkra 5 þá, eða ekki? Jú. Sérstaklega frá ég hef fylgst með þeim bara síðan ég byrjaði á hlaupahjóli. Hann 3-faldur heimsmeistari á hlaupahjóli. Þessi sem ég hitti, hann heitir Dakota. Og ég hef bara verið að fylgjast með honum síðan ég byrjaði og ætlaði alltaf bara með langaði að hitta hann. Svo loksins sé ég að hann kemur til Íslands. Og þá bara, ég verði að fara suður. Og ég fór að hitta það. Var það ekki geggjað? Já, það var mjög gaman. Og gerði hann eitthvað? Fór hann í eitthvað trikk og svona? Já, hann gerði aftur og bak heljarstökk með hálfri skrúfu flatt. Sem heitir flair á hlaupahjóli. Hann getur gert það bara á malbiki með engan palli þannig. Það bara eitthvað ruglað? Já, það mjög ruglað. En hvert þetta stefna í þessu? Ætlarðu að halda áfram? Nú varstu að klára grunnskóla, þú veist, komin aðeins að vinna. Hvernig sérðu þetta fyrir þér? Mér langar bara að vinna við þetta. Og það hafa alveg nokkri sýnt fram á það að þú þarft ekki að hafa eitthvað að vinna. Þú getur bara að lifa á því að vera á hlaupahjóli. Og mér langar að stefna þangað. Hversu stíft þarftu þá að æfa? Mjög stíft. Ég fer bara eins oft og ég get yfir bara hverju einasta degi bara á parkið bara að æfa mig. Tengist þetta eitthvað parkour eða svona? Þannig að það mjög gott ef þú ert búinn að æfa parkour eða fimleika að geta gert heljarstökk og svona. Það náttúrulega hjálpaði mikið og ætla síðan að fara að gera það á hlaupahjóli. Hefur eitthvað verið í því? Að æfa það samhliða? Já, ég var að æfa parkour. Já. Og búinn að vera í því í 5 ár held ég. 5 að vera 6. Svo hætti ég bara í því og núna bara á hlaupahjóli. Og veturinn, þannig að þú ert ekki hrifin að því að fara að fá svell og snjó? Nei.
Þá bara, hvað gerur þá? Þá bara fer þetta upp á loft og næði snjóbrettið mitt. Já, þannig að þú lætur vaða á snjóbretti síðan? Já, og snjóskauta líka. Nú, Ég er mjög mikið í því líka. Þeir eru geggjaðir að sjá. Er það ekki magnað? Jú. En brettin, hvernig er brettaðarstaðan hér? Ertu orðinn spenntur fyrir því að komast á það líka? Já, ég er samt ekkert rosalega mikið fyrir að fara upp í fjall. Nú? Ég bara, það er alltaf eins, þannig að ég er sömu brekkurnar og það er pínu þreytt. Hvað gerur þá? Bara hangi heima. Já, hangi heim í tölvunni? Já. Það er ekki gott, ungi drengur. Fara á æfingar og svona. Já. Heyrðu, gaman að sjá þig og fá að sjá aðeins af myndbandinu og verður spennandi að sjá hvað gerist hjá þér í framhaldinu. Já. Takk fyrir komuna og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.